Velkomin. Takk fyrir. Þú ert kynfræðingur. Já. Og heitir Áslaug. Já. Það kemur, já. Og ég hef oft fengið, þú veist, ég var einmitt að spyrja þérna á hann bara kynfræðingur og kynlífsfræðingur. Já. Þetta eru útskýrt aðeins svona, af því að fyrir þá sem vitað ekki, að því ég vissi þetta ekki, að kynfræðingur og kynlífsfræðingur er í rauninni það sama. Það er í rauninni það sama og íslenska þýðingin á sexologist eða sex therapist er kynfræðingur en ekki kynlífsfræðingur eða þú veist, eitthvað svo leist. Þannig að ég veit ekki hver þýddi þetta sko. Nei. En fólk náttúrulega tengir það við að því maður vinnur þá við kynlíf. Þannig að væri svona eðlilega að orða það þannig heldur en ég vinn ekki við kyn sko. Nei. En þú vinnur við kynlíf. Já. Hljómar, já. Já. Já, hljómar áhugavert. Já. Mér finnst fyndið líka að segja það, sko, ég vinn við kynlíf. Já. Fólk hefur náttúrulega þá alls konar hugrenningatengsl, sko, veitu, hvað er hún að segja? Já, hvað er þetta að gera sig? Já. En það er bara þannig, þú ert að fræða, þú lærðir kyn, hvað heitir það á ensku? Sexology. Sexology. Já, sem er fræði greinin hegðun mannsins. Þannig að við kemur bara allt hvernig er að vera kynvera, þessi partur af okkur sem er ekki bara kynlíf, heldur að vera kynvera, bara allar hugsanir sem tengjast í og hegðun og allt þetta sko. Það er fræðigreinin sko og svo er maður þá ensku sexologist. Ok, og hvenær byrjaði svona áhuginn á þessu hjá þér? Ég man ekki nákvæmlega hvenær ég byrja að hafa áhuga á þessu, en heimildir segja, ég hef verið farin að tala um þetta í bara gagnfræðaskóla. Þá var ég í hlíti eitthvað staðar, ég meina, varla dettur barnið þetta bara í hug, sko, en ég hlíti eitthvað staðar að hafa séð þetta í sjónvarpi eða eitthvað svona, sko. Þannig að þá hugsaði ég, já, mig langar að vera kynlífsfræðingur. Þetta er náttúrulega svipað leiti og ég fer að fá hvolpavitt. Já. Þú veist, þannig greinilega hafði ég bara áhuga á þessu og langaði það bara að vinna við það. Já, það er svolítið áhugavert. Og hvernig fannst þér eins og bara fjölskyldaðinn og þú veist, mamma og pappi bara bregðastu við þessu? Því að þú veist, ég veit að bara með mína kynslóð og okkar kynslóð, það var ekkert mikið tala um svona á heimilinu. Kannski. Nei. Ég er alin upp af mjög ástríkum eða ástsjúkum foreldrum, sko. Já. Þú veist, það var mikið verið að kyssast og heima hjá mér og eitthvað svona grípi í og eitthvað svona, sko, á milli foreldra minna sem er mitt líka æsku vinirnir gerðu stundum kannski svona, ekki beint grín, en svona það var alveg talað um það, hvernig foreldra mínir höguðu sér, sem var ólíkt öðrum foreldrum. Já. Ég sá þetta ekkit endilega annar staðar, sko, en auðvitað var ég meira heima hjá mér en annar staðar. Þannig ég man svo sem ekkit eftir ég hef talað um þetta við þau þarna, en svo fer ég í kvennaskólan til þess að ljúka stúdentsprófi og tala þar við námsráðgjafa og ákveða að ég þarf náttúrulega grunn áður en ég fer í þetta. Að því kynfræði er alltaf seinni háskólagráður. Já. Þannig að ég ákveða að fara í hjúkrunarfræði og svo þegar ég ákveða að fara í kynfræðina að þá segir mamma við mig sko, og hvað á ég að segja við fólk Áslaug? Þegar ég yrði orðin kynfræðingur. Já. Og ég er náttúrulega eitthvað bara svona þú getur alltaf sagt að ég sé hjúkrunarfræðingur, það er nú aldrei neitt til að skammast sín fyrir það. Þú veist, þannig ég hef alltaf þetta til að svona falla á, þú veist, ef ég vil ekki vera dóni, þá er ég bara hjúkrunarfræðingur. Já, þannig að maður þarf að læra þá einhverju svona grunn, hvað getur það verið, hjúkrunarfræði eða eitthvað annað? Já, á Norðurlöndunum þá er þetta mikið hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og læknar, sem sagt svona gamaldags heilbrigðisgreinar. Annars þar í heiminum er þetta meira sálfræðingar og félagsráðgjafar. Þar sem þetta verður þá meira, ég veit ekki af hverju þetta hefur orðið svona. Nei. Af hverju þetta er svona ólíkt eftir heimslutum, sko. Já, svolítið áhugavert. Já. Allir við séum styttra komin með þetta þá, eða það er eitthvað læknir sem verður kynfræðingur. Það er svona, ég veit ekki. Já, það er líka, sko, ég meina það eru læknar eins og í Bandaríkjunum eru nokkrir alveg svona þekktir læknar sem eru þvagfæra skurðlæknar.
þú veist, sem að sérhæfa sig þá í þvagkerfinu, þú veist, oft bara svona tippalæknar og þeir verða þá líka kynfræðingar, sko. Af því þeir eru þá náttúrulega að sjá endalaust eitthvað risvandamál og alls konar vandamál tengd kynfærum. Já, það áhugavert. Það, og hvernig þetta nám? Þetta byggt upp sem ertu ráðgjafi eða ertu þá, hvernig fer starfið þitt fram svona? Það fyrir eftir því, sko, kynfræðingar geta verið í rannsóknum og eru þá aðalega bara að rannsaka kynhegðun og eitthvað svona og vinna þá yfirleitt bara í háskólum. Svo getur verið fræðari, þá ertu með kynfræðslu, fyrirlestra, býr til námsefni og eitthvað svona og svo getur verið kynlífsráðgjafi sem er á ensku sex therapy og það er það sem ég vinn við. Þannig að ég lærði kynfræðina í Ástralíu, svo þegar ég er búin að ljúka því, þá fer ég til Bretlands. Eftir smá tíma kem hérna heim og vinna þess og eignast eitt barn og svo fer ég til Bretlands og læri kynlífsráðgjöf og þá hef ég leyfi til þess að starfa sem þerapisti og vinn í dag við það, er með samtalsmeðferð, þannig að það kemur til mín fólk sem er að glíma við eitthvað tengt því að vera kynvera eða tengt kynlífi og það fer bara fram þannig, ég tala við fólk, sko. Verða það mest pör eða? Nei, það er, ég hugsa þessi aðeins meira af pörum sem koma, en það er líka heilmikið af einstaklingum. Þú veist, maður er náttúrulega bæði í pari eða ekki, þá er maður líka einstaklingur og við þurfum öll einhvern veginn að glíma við okkar kannski hugmyndir, reynslur og eitthvað svona til þess að geta fungerað almennilegi í kynlífi. Já. Finnst þér, sko, ef ég hugsa með eins og þetta, kynlífsfræðingur, kynlíf er náttúrulega bæði huglægt einhvern veginn og líkamlegt, fyrir mér. Ertu að fá fólk, þú veist, mér finnst það svo magnað eins og bara er núna í dag, það eru svona alls konar kynhneigðir og náttúrulega bara, það er svo mikið, það er svo margt sem ég skil ekki, sko, eins og bara, eins og með við tökum bara sem dæmi, risvandamál. Eru þau oftar huglæg eða líkamleg? Hvað myndirðu? Þessi sem ég hitti, þá er þetta yfirleitt frekar huglægt. En þá er fólk yfirleitt búið að fara. Þú ert búin að fara og láta lækni tékka. Það er búið að tékka hvort að það er eitthvað sem veldur þessu, eins og blöðruhálskirtilskrabbi eða hormónaójafnvægi eða eitthvað þannig. Og þá myndi læknir bara takast á við það og þá myndi þetta líklega slagast eða þá að þetta er vandi sem þú situr uppi með og lagast ekki, en þú veist, þannig að yfirleitt kemur fólk þegar það er búið að heimsækja lækni. Og veit að þetta er svona eitthvað... Já, þá er búið að svona afgreiða það. Þetta er ekki af líffræðilegri orsök, heldur er þetta eitthvað hefur með kvíða, hugsanir að gera, streitu að gera, eitthvað svona, sko. Og það er mjög áhugavert eins og með risvanda, að ef þú upplifir risvanda, þá ferðu yfirleitt mjög mikið að hugsa hann, sem veldur því að hann verður verri og svo verður þetta einhvern veginn svona snjóboltinn er farin að stað og svo bara rúlar hann og stækkar og endanum bara nærðu hann engan veginn upp. Það er bara ekki hægt. Já, bara af því að þú ert náttúrulega bara orðin mjög stressaður yfir því að þetta er ekki að fara að gerast og þetta klikkaði síðast og hugurinn hefur ótrúlega áhrif á bara andlega, en eða líkamlega funksjón. Já. Þetta er bara svona eins og með, ég get ekki sofnað, þú veist, ég hef verið upplifað það, sko, að ég er alveg viss það að því fyrir byrjum og ég er búin að byrja tennirnar að ég er ekki að fara að sofna, skilur, þá sofna ég ekki. Nei, þá líkur og hefur áhyggjur, sko. Já, og veist, þetta er bara alveg, einmitt, minnst þetta svolítið, þetta hljómar svolítið svipað á það, sko, að þú veist, þetta verður einhvern veginn, og líka fyrir kallmenn að þeir eru, þetta er svo mikið svona, held ég, eða þú veist, ég er engin kynfræðingur en ég held að sé rosa sært stolt líka, sko, þegar að þetta gerist. Já, við höfum náttúrulega svona samfélag svolítið einhvern veginn leyft okkur á veg og meta karlmenn út frá tipinu á þeim. Að þeir eru bara það góðir eins og tipi virkar, sko. Þú veist, sem er náttúrulega mjög áhugavert. Ég meina, við erum náttúrulega mjög súrt samfélag að mörgu leyti þegar kemur að kynlífi og þegar kemur að umræðu þetta og eitthvað, þá þarf þetta alltaf verið. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra meira, getur þú farið inn á fullorðins.is
og nælt þér í áskrift.